Engin gömul fyrirheit finnast að raforka frá Blönduvirkjun verði nýtt í heimabyggð þrátt fyrir mikla leit. Alþingi samþykkti hins vegar í fyrra ályktun það. En rúmlega 30 ára komin samþykkti ríkisstjórnar Gunnars Thoroddsens gefur engin fyrirheit að rafmagn frá Blönduvirkjun verði nýtt í heimabyggð. Engin slík fyrirheit hafa fundist frá þessum tíma. Ekki útlit fyrir að orka fáist næstu árin fyrir áformað álver við Hafurstaði skammt frá Skagaströnd. Sveitarstjórnarmenn, forsvarsmaður félagsins Klappa Development og forsætisráðherra hafa hins vegar vísað í gömul vilyrði hvernig skyldi nýta orku úr Blönduvirkjun. Á sínum tíma voru gefin fyrirheit að orka sem yrði til þarna yrði nýtt á Norðausturlandi og heimamenn eðlilega muna það. En hverju var lofað? Í mars 1982 undirrituðu ríkið og heimamenn samning að reisa Blönduvirkjun. Engin fyrirheit að finna í honum. Heimamenn hafa bent á samþykkt ríkisstjórnar Gunnars Thorodsens frá janúar 1982 sem hljóðar svo. Ríkisstjórnin samþykkir að fela framkvæmdastofnun ríkisins að vinna í samvinnu við heimaaðila að úttekt á atvinnulífi á Norðurlandi vestra og móta tillögur eflingu þess, þar á meðal á sviði iðnaðar. Athugaðir verði hið fyrsta möguleikar atvinnufyrirtæki á svæðinu til að eiga hlut að framkvæmdum við virkjun Blöndu og að atvinnulíf verði treyst til að koma í veg fyrir samdrátt á vinnumarkað á svæðinu þegar virkjunarframkvæmdum lýkur. Þarna hvergi minnst á rafmagn. Í þingsályktunartillögu frá árinu 1985 sem MBL greinir frá ríkisstjórnin hvött til að standa við samþykktina frá 82 en þarna ekki heldur minnst á raforku frá Blönduvirkjun. 1990 var Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra spurður á Alþingi hvað liði úttektinni. Í svari hans fjallað atvinnumálin en hvergi minnst á raforkuna. 2014, rúmum 30 árum eftir samþykkt ríkisstjórnar Gunnars Thoroddsens, samþykkti Alþingi hins vegar þingsályktun, þar sem ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar falið að koma á samstilltu átaki að efla atvinnulíf á Norðurlandi vestra með raforku sem framleidd í Blönduvirkjun.